Ég hættur það. Sumar kísurnar eru mættar. Já, var þetta kísuljós? Held ég Pingjan heilsar á þessum fagra föstudegi. Já. Sullandi Lavazza hérna. Djöfull, út allt. Upp alla veggi. Aldus í trantinum aðeins. Og það er auðvelt að halda þessu upp í trantinum því þetta er svo gott sjáðu til. Já. En svo er gott ofta að sulla þessu á veggina og borðið og svona. Bara til að láta vita, þú veist, hér sé Lavazza. Hér sé Lavazza. Já, og þið eru nú farin að þekkja það er engin stúri frá túrin, þannig að af hverju ekki að bara fylgja því og reyna að vera ekki stúrin í Reykjavík. Rétt. Sömuleiðis vettvangur Yngvi fengum hann Elmar til okkar, hann reyndar kemur vissulega eftir 2 vikur. Já, í rauninni þátturinn verður settur í loftið þannig næsta föstudag. Þannig að við erum fara að skúpa svona skít sem við vitum hann fram að því. Já, heimitt. Stór skemmtilegt spjall við framkvæmdastjóra vettvangs og meðstofnanda. Já. Það sem að, kennir ímesta grasa. Já, og það var mér ljóst eftir þetta viðtal líka, ennþá meira, hversu mikilvæg starfsemi þetta er. Já. Fyrir bara sérstaklega, bara fyrirtæki sem eru með einhverju hugmynd og vilja keyra á hana. Þá er vettvangur bara aðeins sem leysir allt og þau eru náttúrulega með líka, þau eru með sko, þetta er þríþætt í rauninni hjá þeim sko. Þú veist, þau eru náttúrulega með komin nýja apparatus. Svo er það vettvangur og svo er það hérna Well Advised líka, sem er ekki síður mikilvægt. Sko, eitt er til að búa til spennu. Já. Annað er til að búa til tekjur og þriðja til að draga kostnaði. Já, þú sér það. Hinn heilaða þrenning, þökkum vettvangi kærlega fyrir samstarfið. Já. Jæja, Yngvi, nú er föstudagur. Ég er með dreklaðin þátt. Síðasti föstudagur í júlí. Ég var reyndar að spáði, horfir eitthvað það er ekki útborgunardagur það. Það hittir á mánudag. Djöfull, eru margir pirraði núna maður. Nú er launþegin alveg vitlaus sko. Fáum við fleiri einnastjórnur review út af þessu? Já, ég veit ekki. Herru, við erum nú búin að fá fleiri review en ekki skrifa. Við erum búin að fá allan að 2 eða 5 stjörnu eftir þetta. Inn á Apple. Það eru þetta bara vel. Já. En hvetjum kannski fólk bara til að fara það inn og reyta og gefa review og skrifa bara hvað sé það vill. Þetta er orðið svo frjálslynt og fólk bara gerir það sem það vill. Þetta er alltaf opinber gögn líka svo. Ég líka sko, ég fekk sendan brandar hérna. Verðu ekki að halda brandarahotninu fyrir þetta einnastjórnu? Jú, hóttum með það. Og þessi býtu ég þarf að finna hann hérna. Hann er mjög þungur þessi. Sko, ég skal leyfa þér. Gult er gott, grænt er slæmt. Ok, en ef ekki að halda áfram, best að þú segir bara nú. Já. Ég reyndi það náttúrulega í byrjun sko, að þú veist, það var náttúrulega bara það var ekki allir brandar en það sem ég gat sagt nú. Já, nei, reyndar, ég klúraði því líka. Já, klúraði henni sem fyrsta, ég var bara eitthvað nú, eftir pönslæðinu sko. En sko núna, því að ég er búin að vera svo mikið, hérna, þetta er svona, þú veist, þetta er brandari fyrir fólk sem er að vinna á vinnustað. Já. Og búin að vera mikið í fríi og svona. Sláði í gegn á vinnustaðnum. Já, þetta er til að slá í gegn. Já, ég bóði 1 stjörnu reviews fyrir 15 ára markkópin okkar. Út af því að Arnar segir svo mikið fokk. Að þú svona mætir í skrifstofuna á mánundi, allir sem eru að vinna með þér, þetta er svona típist að einhver segi, þú er bara alltaf á flakki, ertu komin á farin? Og þá segir þú, jú, bara eins og jólagjöfin hjá Akureyrarbæ. Já, byttu nú við. Já, fæ ég þennan! Betur það útskýru? Þau gáðu gjafabreif hjá Næsir, þú veist, komið og farið. Já. Það er góður, já. Ég er búin að gleyma því. Það var djúpur. Já, það verður örugglega einhver hlegið þessu, ég spottaði þetta ekki. Þannig að þú veist, eins og þegar þú sagði við mig hvað, voruð flakkaður, ertu bara komin og farin? Þá sagði ég. Ég náði þessu núna. Ég er bara svo jólagjöfin hjá Akureyrarbæ. Komin og farin, bara Næsir. Ég held kannski að vera að tala um eitt Skechers skó eða eitthvað svona eins og Landspítalinn hérna. Nei, þau gáðu gjafabreif hjá Næsir. Já, ég veit að ég man þetta núna. Flott. Heyrðu, þú varst með eitthvað annað, sorry. Nei, bara, þú veist, við erum bara með Já, slegið á létta strengi, meiri galsi, sagði Katrin. Já, við erum með dreklaðin þátt í dag. Það eru svona að vanda fréttir vikunar einhverjar. Svo reyndar viltur fyrir mér, sko. Ég var farin að undirbúa eitthvað annað hérna sem að þú vildi svo hætta við. Já, gjaldeyrismál. Já, við verðum eiginlega að taka það síðar en hérna, við erum vissulega með, ég er með einhvern lista hérna, svo erum við fréttir, þú ert með einhvern milljónamæring og svo ertu með áhugaverð umfjöllun líka, hérna, hvað var það?
Ég er með Tour de France. Tour de France, já, alveg. Ég verða við ekki, ég er enginn aðdáandi. Ég held ég hafi aldrei hort á meira en svona 20 sekundar klippu úr ég er eiginlega sammála sko. Fréttunum. En þetta feiki vinsæll viðburður, hjólreiðamanna sem á sér stað í vítt og breytt Frakkland og eitthvað upp í Spán, jafnvel. Já, og á fleiri stöðum. Sem hort á í einhverjum 170 löndum. Þannig að ég verð með smá breakdown. Já, frábært. Stórkostlegt, herðu. Ef við kannski að byrja bara á fréttu vikunar aðeins. Hvað var það þarna? Rétt árum við förum í launþegan. Íslenska hjóladóti sem var hérna. Þegar Skúli var. Vá Open. Nei, Válathon, Cyclathon. Vá Cyclathon. Já. Var það ekki það? Jú. Já. Er það bara dautt? Já, ég meina það dó bara með fyrirtækinu, eða ekki? Svo var þetta keypt bara í einhverju... Já, er ég að hækka og leggja þér? Þetta hækki mér hérna. Já, sorry, ég er alltaf í sig. Maður sé það, en það var nú keypt held ég bara. Þetta annar brandari sem var hægt að segja þegar þú kemur inn á mánudaginn, er búin að vera eitthvað staðar og einhver í bókaldinu, nei, Addi minn, þú er bara alltaf á flakki, þú komin og farin. Þá segir þú, já, bara eins og Vá Cyclathonið, komin og farin. En svo var það nú, það var eitthvað fyrirtæki sem keypti bara keypti þetta hvort það hafi verið bara út þrotabúinu. Var það Síminn eða? Ég man það ekki, þetta var einhver sem ætlaði að vera með hjólafyrirtæki. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var. Já, ok. En kannski ræðum það einhvern tíma síðar. Herðu, hérna finn ég þetta með þess að Cyclathoni hjólaði síðasta sinn. Síminn var með þetta. Já, var Síminn sem sagt taka þetta yfir og segja síðan að þetta sé orðið gott. Já. Þannig að það kom og fór og kom og fór. Já, þannig að þessi brandari er gull. Já, heyrðu, þannig að hvað Addi mig? Þú er bara alltaf á einhverju flakki, þú komin og farin. Og síðan, bara eins og Síminn Cyclathoni. Komin og farin. Síminn. Herðu, það eru einhverja fréttir hérna í deglunni. Nú, það var nú stór frétt bara hérna, það voru eiginlega 2 stór fréttir á föstudeginum eftir að við tók, þú veist, eins og við höfum rætt, við svo sem erum ekki að taka, við gefum þáttun út á föstudegi. Já, og við erum í smá tímaflakki með þetta. Já, það segir okkur að við þurfum væntanlega að taka þátt á fimmtudegi. Já. Þannig að föstudaginn í síðustu viku, þá komu 2 stórfréttir, annars vegar svo að verðbólgan, hún lækkaði. Já. Fer úr 8,9 niður í 7,6%. Já, þökk sér ríkisstjórninni. Það kom búin að standa fyrir afsláttum hérna út allan bæ, útsölum. En í tilefna því náttúrulega skrifaði ég inn á verðbólgutips sem ég nú verið að sinna dálítið og hérna hvetjum ykkur til að kíkja þar inn á Facebook-hópin verðbólgutips sem er hugarfóstur okkar. En já, eins og ég segi, tölurnar voru tilkynntar þarna sama dag og síðasta föstudagskaffi kom út og það var, mér varst merkilegt, það var nánast bara stöðnun á verðlagi og bara tæft á verðhjöðnun milli mánaða en vísitalan neysluverðs hækkaði 0,03%. Já. Það nú ekki há prósentutala en ekki það er ekki svo sem jú, það kannski óalgengt en það gerist alveg að verðlag lækki milli mánaða það er alveg algengt, þú veist, við höfum séð þetta þegar útsölur eru og svona og fleira til. Akkurat. En þetta eru þetta fagnaðar efni enga síður og það er aldrei að vita nema að koma með einhver verðbólgutips í næsta þætti hjá okkur. Við erum alltaf alveg duglegir að henda því líka. Ég vil fara að sjá afslættu útsölu á fasteignagjöldunum og sköttunum og öllu þessu. Já, það var nú. En við þökkum ríkisstjórninni kærlega fyrir þeirra framlag í þessu. Og það er óskandi en maður fær því miður ekki allt sem maður vill. Nei. Nú sjá, hér er nú fleira sem gerast á föstudaginn við því miður þá reyndist ég nú ekki sannspár allavega í síðasta þætti þar sem vorum að spá fyrir starfslokasamningarnar Birnu. Já, mikill ósögu fyrir persónuvernd Birnu bankastjóri en það var sem sagt ráðningarsamningurinn, hann kvað á 12 mánaða uppsagnarfrest og þannig að þetta var bara í rauninni það sem ég sagði að væri svona hið típiska. Já, hlustaðar aftur á þáttinn, varstu að fara með fleipur eða? Já, ég náttúrulega talaði að hún var í hörðsamningakona og myndi semja til 2 ára þarna ef þetta yrði gert svona. Eins og Husky. Já, en þetta var, eins og Husky hann var bara svo harður samningarmaður. En þetta voru 56,6 milljónir króna sem að renna í hennar hlut, væntanlega bara dreift á mánuðina. Ég varst að þetta sé í einni greiðslu, heldur það? Er það þannig sem því hátt? Ég þekki ekki. Sem veit þessi bankar eru náttúrulega... Fær hún ekki bara greita mánuði, 12 mánuði og er það ekki þannig? Já, mér finnst það líklegast Skemmtilegt, ég hef náttúrulega aldrei inn í banka, maður kemst aldrei inn í þær dyr. Ekki leyti þess að fornu klúbba.
Ég heyrði sko, þú ert alltaf látin vinna uppsögnarfrestin. Hæ? Ég heyrði núna, fyrir ekki svo lengu. Nei, það akkurat ekki þannig. Nei, já, þú ert aldrei látin vinna uppsögnarfrestin, en þú mátt ekki fara að byrja að vinna strax hjá einhverjum meðan þú ert á uppsögnarfrestin. Já, það þannig? Þetta svona létt stríðni, ég er að hætta henni í Kviku, farin í Arjón. Ég er hættur í Kviku, farin í Kúrikabankan, þá til við saminust aftur eða eitthvað, þá sjáumst við einhvern tímann á næstu deild eitthvað hana. Það bara flott, 3 mánuðir, hún farið að borga, en þú ert ekki að byrja fyrir eftir 3. Nei, þetta í rauninni bara, það basically, þú ert bara strippaður öllu, bara öllum, þú fær náttúrulega greitt, þannig að... Ég er að segja bara, þú veist, þegar þú er sagt upp í banka, þá áttu bara skilja öllu draslinu, skilur, og svo bara út með þig, og ekki það að sé eitthvað farið þannig að þessu, en bara svona í, ef við svona setjum þetta upp. Það ekki starfslokapartí eða neitt? Nei, ekkert svoleiðis, sko. Eða hvað veit ég ekki svo sem. En þetta er allavega, hún ætti nú að eiga fyrir salt í grautinn næstu 12 mánuði. Ég veit ekki, kannski var hún farið í einhverja fjárfestingar. Já, það er aldrei að vita, ég meina hún lítur að mega það. 5-falda gírun í ISP. Já, akkur ekki, en ég eins og ég sagði, ég var búinn að gera ráð fyrir hún væri með einhverja 40 rúmar þarna, eða 4 milljónir á mánuði. Þannig að þetta er svona aðeins off, sko. Lokatala mín var 98 milljónir eða svo. Er þetta ekki líka allt fyrir skatt, eða? Jú, þetta er fyrir skatt. Svo er þetta skattað, sko. Já, djöfull. En herðu, þetta var svona það sem að vantaði upp á síðasta föstudaginn. Ætla hún að beða þetta bara í cash. Ég gerir bara upp sjálf. Fá þetta bara svo. Fá þetta bara í seðl. Já, ég vil bara fá umslag. Ég skal sjá lífeyrissjóðinn og stéttarfélagið. Kemur það niður í útibú á mánudaginn. Nei, það held ég ekki. Nei, áfram þetta. Sko, það er nú fleiri fréttir hérna, kannski áður en við förum í launþega vikunar, þá langar mig að aðeins að dreipa á múskaranum núna. Hann er í alvöru umturnunar fasa. Þú ert væntanlega búin að sjá þetta. Þú veist, þessi gæi, hann elskar að æsa. Þú veist, hann er svona maður sem að vill að fólk sé að tala eitthvað svona samsæri í kringum hann og svona, sko. En kemur alltaf fram bara svona eins og hann sé, bara vil ég ekkert með það hafa, sko, en sko í 17 ár það hefur fuglinn Larry prýtt frontin á appinu Twitter, en nú kemur hann og hendir því bara út fyrir hvítt X á svörtum bakgrunni. Á ég að segja það svolítið? Þetta er örugglega besta pubquiz spurning sem hægt er að hafa. Hvað heitir Twitterfuglinn? Já, þetta er enda mjög gott. Skýrðu þér eftir körfuboltamannum Larry Bird. Já, ennþá betur. Ég segi það. En hann sko, hann segir bráðum muni við segja skilið við Twitter vörumerkið og smám saman alla fuglana. Það veist, hann er svo mikið að æsa upp í vógliðinu, sko. Alveg, sko, það titrar. Og allavega, það sem er núna að gerast er að hann er, sko, hann hefur sagt undanfarnar mánuði vilja breyta Twitter svo kallað ofurforrit, sem að mun gera notendur meðal hans kleift að greiða fyrir þjónustu í gegnum forriti. Svo kemur slík forrit hafa til að mynda verið mjög algengi í Asíu, þar meðal Gojek í Indónesíu og svo WeChat í Kína. Við könnumst nú, ert þú með það? Já. Er það bara opið fyrir Evrópu? Er persónuverndin ekki eitthvað að... Það er eitthvað hörkupunktur, hvað er helvítis Evrópusambandið? Það getur ekki verið að sé... Nei, ég er búin að eiga því, en ég var með það, ég á WeChat account. Já, en hann er sem sagt búin að endurnafna Twitter í X-Corp og segir að skiptingin hefði átt að gerast fyrir löngu síðan. Og þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað hann hefur í hyggju með þessu. Hann er náttúrulega með ákveði blæti fyrir X. Já, passar. Hann er með SpaceX, hann náttúrulega átti x.com áður. Já. Þannig að fyrir dagana í PayPal. Hann raunni mörgjar. Selur það væntanlega með. Já, inn í PayPal. Kaupir hann eftir því 2017. Já. Hvað ætli það kom það hvergi fram? Hvað það hefði kostað? Veit ekki, nei, það ekki. Það er reyndar áhugavert að spá því. Ok, það er SpaceX og hann er með sko Model X í Tesla og núna þetta X sko, hann er, og svo heitir sonur hans X. Það gleymist. Já. Sonur það dóttir, ég manna ekki, þú veist. Já, Model X og það. Hann er með þetta Unisex. Já. Þannig að hann er með ákveðið X-blæti, en það verður spurning, þú veist, ætli þetta sé bara svona, ég hef lengi hugsað bara hvenær ætli verið bara komið svona eitt app fyrir allt. Já, þetta er bara svona svipuð þróun eins og bara við höfum tekið áður, bara einu sinni var mjólkurbúð og einu sinni var kjötbúð og eitthvað, og svo bara var stofnuð Amazon. Bara kjörbúð. Já, kjörbúð. Og svo var bara stofnuð
verslunarmiðstöð með fullt af kjörbúðum. Já, Smáralindin, án barnasvæðis. Og svo nú búið að stofna verslunarmiðstöð á netinu fyrir verslunarmiðstöður sem þá, þú veist, Amazon eða bara, þú veist. Akkurat. Maður svona ennþá að bíða eftir einhvern veginn þessari þróun í samfélagsmiðla heiminum, sko. Líka út í þetta allt komið í Asíu. WeChat að mínu menn í Meta eru rauninni búin að klúðra þessu út af þeir gerða alltaf allt separately. Já. Það kom Facebook, svo þeir byggu til app fyrir Facebook grúppur á einhvern tímapunkti. Messenger, WhatsApp sér, svo var Instagram sér, núna eru búin að launsa Threads sem sér. Svona mista þessu tækifæri að gera allt í einu og hafa einhvern veginn ekkert farið að fullum þunga inn í helvitis paymentin. Það væntanlega visjónu sem að Elon Musk hefur. En hvernig getur þú útskipt þetta WeChat aðeins betur fyrir mér? Þú veist, er hægt að borga þar? Sko, þegar ég var að brasa í Kínamálum, fór til Kína, þá var þetta bara eina leiðin til að hafa samband við lokalinn. Það er svo erfitt að hafa på 12 annað í Kína að þú gast bara komið strax í samtal við alla þarna WeChat, add me on WeChat. Þarna voru þeir konum með QR-kóðan, þetta 2013 eða 2014. Og svo bara skannaði QR-kóða og þá voru ég komið með kontakt hjá hverju öðru. Hvað fleira? Jú, maður gæti borgað. Ég var reyndar ekki með greiðslukort tengt en þetta tengt í gegnum þeirra eigin greiðslumiðlun sem að hét held ég Alipay eða eitthvað að því dæmi. Svo mann ég ekki fleira. Marketplaces sem var komið að inn, þeir byggðu Twitter inn í þetta held ég. Skemmtilegasti featureinn og ég held að þetta sé sko WeChat Kína og WeChat Global eru sikkorar vörurnar. Skemmtilegasti featureinn var það sem ég sagði að maður gast hrist síman. Já. Og þá tengdu þið við einhvern annan sem var að hrista síma. Já, það var eitthvað svona fítus sem væntanlega ekki ennþá. Nei, þetta var bara eins og þessar webcam síðu sem þú ert að stunda. Maður fekk allan fjandan að einhvernum gaurum inn á þetta og það var ekki lengi að hætti þessu bulli. Þú talar Ali, að þessi tengt við Ali Pay, eða hvað sem þú kallar þetta. Já. Valla þetta tengt Alibaba, þetta ekki hann ég þarf að rifja þetta upp sko. Þetta eru 3 grúppur. WeChat og Vexin eiga Tencent, og eru með eitthvað í gegnum það. Ég skal bara taka smá sögur recap á þessu og hrútskýra það fyrir einhvern veginn síðan. Flott. Það verður allan spennandi að fylgjast með þetta sem er að fara eiga sér stað hjá Elon Musk. Nei, hérna er með þetta. WeChat er með Vexin Pay og Vexin Pay er held ég eigu þeirra Tencent manna. Við tökum yfirferð á þessu við tækifæri. Já. Herðu, nú er það launþegi vikunar. Já. Sem er nú orðin fastur liður hjá okkur að sjálfsögðu í boði Júsú. Já. Og erum við með launþega vikunar í dag? Ég er hrættur það. Ég er nú búinn að skoða þetta. Það er nú búið að vera að rigna inn hérna umsóknum alveg þetta, sko, við viljum hvetja fólk bara til að halda þess áfram. Já, hér er nóg að velja. Og hérna er fresh blood eins og við kalla það. Já. Fresh blood coming up. Okay. Ertu klár eða? Já. Það er launþegi vikunar og hvað vantar svona drumroll. Já, við eigum það ekki hérna. Engin önnur en Birgitta Birgis. Birgitta Birgis. HMS, Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun. Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun. Hún er að monitora fyrir okkur fasteignanar. Já, herru, þetta er frábært. Og hér segir Birgittu, hún tekur sér ekki hádegismat til að sinna fólkinu sem kemur við hjá HMS. Já. Hún borðar morgumatinn á skrifborðinu og einnig hlustar hún á pinginu á nóttinu og keyrir sig áfram á daginn á Lavazza. Hardest working woman in HMS, Birgitta Birgis. Certified launþegi. Já. Og þetta er nú bara svona með þeim fyrstu, þetta er nú með þeim fyrstu svona stofnana, er það ekki, höfum við verið að fá, við höfum nú ekki mikið verið að fá frá ríkisstofnunum. Nei, ekki það. En hér er það komið inn í safnið. Já. Og það er ekkert óttast, við tökum við öllum. Já, gullþegar eða launþegar, við tökum öllum opnum örmum. Ég er nú mikill aðdáandi HMS. Já, þau gera flotta skýrslur. Ég er mjög ánægð með það. Þau eru með flotta heimasíðu, þetta er allt upp á 10. Ég ætla að fá rósa þeim fyrir bara svona, hvað segir maður, aðgengilegt. Þetta er sett fram oft á mannamáli, svona með að við hvað maður myndi halda. Þau eru bara að vinna góða vinnu og við höfum ekkert þar á móti. Nei. Birgitta Birgis hefur unnið sinn máltíð fyrir 2 á Júsú og hafðu endilega sambandi við okkur á pingjan.is og við svörum þér ekki. Jó, það kemur við svörum þér eftir 5 daga. Já, það verður doldið búin að vera slappir í póstinum. Stundum verið að nikki í mig, það var ekki alveg pingjan sem að... En já, að sjálfsögðu bóði Júsú, þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið og hvetjum alla hlustendur til að
koma þar við og dreipa á þessu. Þetta er auðvitað stórkostlegir hamborgarar, algjört gæðafæði. Segðu mér, eru þau komin norður? Nei. Þá tek ég einn með mér í næsti, ég er nefnilega á leiðinni í norður. Já, en hvað veit maður? Það styttist í að það er að opna matöll fyrir norðan. Það hljóta að vera gallharðustu viðskiptamenn landsins að opna matöll þar þegar allt annað er á leiðinni í þrótt. Það hefur samt örugglega verið helviti lengi í pípunum. Það hefur ekki verið matöll á Akureyri eða það. Nei, ég held ekki. Ótrúlegt með æðið sem búið að eiga sér staðina bara síðustu 5, 6, 7 ár sko. Ég vona að sé allavega ekki fleiri en 3-4 hópar af svona fjárfestum að plana. Akureyri þolir örugglega bara eina. Byrja á einni áður en þau opni fleiri. Ég segi það. Herðu, þökkum Júsú kærlega fyrir. Já, elska það. Vonumst til að sjá þau á Akureyri. Í daginn. Herðu, svo er eitt hérna áður en að ég hleypi þér að. Ég verð eiginlega að koma inn á þetta. Hleyptu mér í þetta? Sko, hérna, nú er menningar elitan. Hún er búin að fá nóg að Gumma Gír og Pretty Boy Choco. Þú búin að sjá þetta? Já. Það var náttúrulega, sko, það var lúmsku mánudagur í honum Agli Helga, hérna, sjónvarsmanni. Hvað áttu við með því? Bara vakna illa þunnur á mánudegi? Já, reykis í hillu eða eitthvað þegar hann skrifaði hennar status, en þú veist, hann lét gamin geisa það var á Facebook, ekki á Twitter, en hann virðist allan að vera búin að fá sér fullsattan af þessari efnishyggju sem ríkir á meðal áhrifavalda og tónlistamanna á Íslandi. Aðdragandinn að þessu var sá að Gústi B sem er fjölmiðlamaður, tiktokari, útvarsmaður og þetta er aldursfordómar og hér tekur hann að gaslýsir 2 þjóðfélagshópa. Nei, ég og Gústi erum flottir félagar sko, Gústi er flottur sko. Já, við að Egill er að gaslýsa þarna 2 þjóðfélagshópa. Já, þú meina það, ég veit ekki, en hérna allavega, þú veist, hann er vissulega fjölmiðlamaður, hann Gústi og hérna útvarsmaður og tiktokari og allt þetta og hann setur sér mynda sér á Instagram með Rolex á úliðinum ásamt Björgólfi eldri. Já. Vitum við, eru þeir frændur eða? Já, þeir eru frændur. Þeir eru frændur. Hann var búinn að segja mér frá þessu. Ég held að það verið fyrsta sem hann gerði var að fara til frænda. Hann á vídeo af þessu allan fjandans. Ég vona að ég sé ekki að skúpa þér. Nei, það er bara, ég er með smá skúp líka, sko. Ekkert staðfest, þetta er bara svona faglegt mat sem ég fekk. En allavega, sko, stöðu uppfærslan af, varandi þetta var svo hljóðandi. Gústi B kaupir sér Rolex, Pretty Boy Choco kaupir dýra sundbrók og sportbíl, Gummi Kíró gengur í Gucci. Svona lagað les maður daglega í fjölmiðlum. Hvaðan kemur þessi astnalega efnishyggja? Ég man þá tíð að svona hefði þótt alveg innilega ófínt, en nú er því stilt upp eins og þarna sé gríðarlega eftirsóknarverður veruleiki. Og þessi orð Egils eru auðvitað áhugaverð vegna þess að hans eigin bróður er eitt ríkasti maður landsins sem gleymist. Davíð Helga. Ekki það að þurfa að vera einhver, þú veist, tengsla á milli, þú veist, þú þarft ekki að hafa sömu skoðanir, sko, en hérna, og ég veit ekkert hvernig Davíð Helga lifir, sko, en er mikill glamúr í kringum hans, þess að? Nei, þú veist, nei, í rauninni, það þarf ekki að tengjast að vera glamúr og eiga mikið pening, við vitum það nú alveg að margir sem að svona eru að bóta sér fram með þennan glamúr eru oft bara skuldsettasta fólkið, þannig að, en hérna, en mér fannst það bara áhugavert í þessu samhengi, en ég hef sérst heimildi fyrir því að úrið sem að Gústi B flexað þarna. Þetta var faglegt mat úra áhuga manns að þetta úr kosti þarna á bilinu 1,3 til 1,5 milljónir. Já. Og þú veist, þarna eru þetta menningar elitan að gaslýsa ungan dreng. Smána þennan gjörning og þá spyr ég meina á ekki bara að leyfa fólki að kaupa það sem það vill. Því að við vitum að annarkvort á fólk efna á þessu eða ekki. Og að þú átt ekki efna á þessu þá er þetta skuldsetja þig, væntanlega, heilan helling. Já, ég heyrði reyndar að hann væri með þetta alveg gírað, sko. Hann er bara smála að kaupa þetta. Ég veit ekkert það, skilur. Nei, ég er að djóka. En þetta er bara svo, þú veist, þetta er bara svo astnalegt að vera að taka þetta teik einhvern veginn. Svo, þú veist, eru þetta ekkert líka, mér finnst ekkert eitthvað, mér finnst ekkert eitthvað svona, hvað segir maður? Svona glorified, þú veist, ég er að reyna að leita af íslenska orðinu hérna. Já. Þú veist, að vera alltaf Tignar. Þú veist, tignarlegt eitthvað svona að vera alltaf að klessa á sem, þessi erlendu áhrifavaldar á þessum Lamborghinium og eitthvað svona. Veist, svona ég gef lítið fyrir þetta, en þú veist. Vera ómikið sjó. Já, og þú veist, auðvitað er Gústi ekki þannig og þetta er augljóslega bara svona á að vera að fyndi grín, sko, en þetta er, það þurfum við sumir alltaf að hafa, hvað er það að gera? Nei, ég ætla að setja hlátur fyrir Gústa. Gústi hlær. En þetta er bara, þú veist. Já, ég meina hvað heldur að hún sé ekki skýt sama hvað Agli Helga finnst. Það er verið að tala um þetta eitthvað opinberlega. Bara getur haft þína skoðanir á þessu sjálfur, en mér finnst það áhugavert
og skemmtilegt að sjá svona á netinu þegar fólk talar bara opinskátt, þú veist, það voru einhver 200 kommentandi undir og allir mættir bara helvítis pakk, þú veist, þetta er eitthvað sér íslenskt, sko. Að vera mælið við þessu? Já, ég veit það ekki. Ég er bara no comment í þessu þetta skiptir mér svo litlu máli. Já, bara áfram gakk. Saman að því, bara Gústi flottur. Efnishyggja, ekki efnishyggja, who cares? Já, Egill það líka, ég meina, bara, þú veist. Já. Who cares? Heyrðu, við ekki að tala um peninga. Það er það sem Egill Helga vill heyra. Þú ert með, allar að tala um milljónamæringa. Nei, já, ég er eiginlega með lottara, sko. Já, er það nýtt? Já, ég var að byrja á lottaranum. Lottar í vikunar. Já, ég ætla að hafa það í bóði vettvang, sko. Já. Já, út af því að þeir sko með þeirra hugbúnað sjá oft í gegnum lottara hugbúnað hjá öðrum. Þannig að þetta er svona, þetta á að vera til að fólk læri að spotta lottara. Svolítið svona eins og þessi status hjá Agli Helga snerist skilur við. Já, einmitt. Lottarar hérna. Það var meiningin. En það ekki? Nei, ok. Það veit ég bara. Heyrðu, á ég að taka lottaran, fyrst ég er komin á stað. Richard Montanes. Monatnes. Kannastu við kauða? Nei. Ok. Er hann skuldsettur eða? Já, geti verið. Ég ætla að koma núna með 3 hráefni og segja mig hvað þú ert að hugsa. Richard Montanes. Hann hætti í skóla í 4. bekk. Hann vann mörg mismöndi störf eins og að slátra hænum og slá gras. Og einhvern tímapunkti bjóða með 14 manns í íbúð án loftræstingar. Já. Viltu vita hvað... Kommuna? Já, viltu vita hvað þessi maður er frægur fyrir? Veit ekki, bara raðmorðingi eða eitthvað? Þetta er maðurinn sem fann upp The Spicy Cheeto. Já, ok. Sko, til að toppa þetta. Ekki raðmorðingi, ég var ekki búast við þessi 14 ára bara með lík kannski. Bara svona, ég er við enna í eldan nýja Íslandsvinnin. Hver? Ég held ég væri að tala um hann. Íslandsvinur. Hann er held ég arkitekt sko. Hann hætti ekki í skóla í 4. bekk. Heyrðu, til að toppa allt. Ég er þetta ekki nýjasti. Jó, Tengdarsonur Íslands, það getum við ekki sagt það. Við getum ekki afneitað því. Við verðum að vera fyrst í reglunum. Heyrðu, sko, þótt að vinnur okkar Richard hafi hvorki kunnað að skrifa niður lesa, þá fekk hann vinnu sem ræstitæknir hjá Frito-Lay. Á hennu tímapunkti. Fyrir fyrsta daginn hans þá sagði afans við hann, sjá til þess að gólfin glansi og fólki mun vita að það var Monatnes sem moppaði, semst föðunafni. Svo gerist það í daginn að framkvæmdastjóri Frito, veistu ekki hvað Frito-Lay er eða? Nei. Þetta er bara eitt stærsta snakkfyrirtæki í heiminum. Já, Lays og Lays. Ég vissi ekki þetta. Já, þetta er semst það fyrirtæki, hann fyrir að vinna þar. Einn daginn gerist það að framkvæmdastjóri Frito sendur út svona pep-post á alla starfsmenn að hvetja á til að haga sér eins og eigendur. Act like an owner. Okkar maður fekk hugljóminn. Hann fer strax út í næstu búð og næstu búðir sem er í hverjum hans. Hann masteraði hvað átti sölu og öllum svona rekkum. Hvað brögð, hvað er að seljast, hvað er svona mest til af, minnst til af. Og hann kemst að conclusion. Frito er ekki með neitt spicy snack. Heyrðu, okkar maður tekur málni einhendur. Er þetta maðurinn bara sem að kemur með það upp á yfirborðið? Já, býtu nú aðeins. Hann tekur málni einhendur, er á nætuvægt einn daginn, stelst til þess að taka með sér fullt af snakki sem er bara svona óblandað og hann og konan hans eyða allir í nóttinni í það að búa til. Já, bara krydda þetta. Já, krydda Frito snakk sem að hann á endanum vill kalla Spicy Cheeto. Færði að minna á Spicy Tuna-ævintýri hérna á Íslandi? Já, það er bara menn að hræra. Sko, næsta sem gerist, hann kemur næst dag, leyfir fólki að smakka, fær á endanum fund með framkvæmdastjórunum sem biður hann að gera söluáætlun. Okkar maður á ekki einu svona jakkaföt. Nei, ok. Kaupir sér $30 á bindi, hann finnur efni úr öllum markaðsbókum og býr til glærukenningu The Flamin' Hot Cheetos. Má ég spyrja, hvað er hann gamall þarna? Eða þú veist, hvenær er hann fæddur? Ég er ekki alveg með það, ég þarf að tjekka því upp. Segðu mér aftur hvað hann heitir. Ég er alveg verið búinn. Það er svo krúsjál að vita þetta, sko. Sko, það sem ég ætla að hraðspóla núna, býr þetta til, næra að gera sölukynninguna, allt það. Það er mörgum sem fannst þessi saga svo mikill innblástur að í dag fær hann greitt $50,000 bara fyrir að koma og halda public speaking arrangements. Harvard, Target og Walmart hafa öll greitt honum fyrir ráðgjöf. Hann fekk bókadíl hjá Random House og í í ár þá komið út 2 myndir hann. Önnur framleidd af Eva Longoria, önnur á Disney Plus og hinn á Hulu.
Hulu. Herru, ég nú áskrifandi að Disney, þú verður að segja mér. En veistu hvað kallar minn? Allt sem ég er búin að segja kjafta þig. Hann laug þessu öllu. Og það sko, það marg búið að segja með hann. Þetta kjafta þig. Er þetta Catch Me If You Can eða hvað? Já, basically sko, að finna hann kemur fram 20 árum eftir hann hættir að vinna þarna og fabriketar og býr til söguna að hann hafi búið til Spicy Cheetos. Já, en var hann að fá samt þessar greiðslur? Já, og það er búið, þetta heitir Flamin' Hot. Eva Longoria gerði myndina. Svo er það eitthvað hérna LA Times og eitthvað annað fóru í spurja alla sem voru að vinna á þessum tíma og eitthvað og það bara kannast engin við að þessi maður hafi tekið nokkuð þátt í að búið það til. Hvernig, þú veist? Já, hann bara laug þangað til á endanum að fletta ofan á honum en það var orðið of seint þannig að það voru komna 2 myndir í framleiðslu hann. Og er það ekki með legafaktornu minni? Nei, það er bara látið lítið út þess að þetta sé sann að sagða. Og enn þann dag í dag þá er hann að ljúga sko. Og virðist verið að komast upp með að bara fara í speaking arrangements þótt að sé búið að fletta ofan á honum. Já, og nú er sko Fritos hefur gefið út tilkynningar, þetta kjaftaði. Er þetta ekki bara, ekki bara kærumál? Ég veit það ekki sko, eða þú veist hversu alvarlegt það er. Er fólk kannski bara farin að borgunum með þeim fyrirvara, já það gæti alveg verið að sér þetta ljúga þessu. Þetta er svona eins og að ráða hérna getur bípað út ef við segjum nokkur nöfn. Já, þetta er myndin sko. Ég ætla að segja að þetta er svona eins og að fá þennan hérna í partí. Já, svipaður, sko, ekki nafnleina þetta. En ég ætlaði nú svona bara að spyrja þig að lokum með þennan lottara. Þetta er í huga einhver Íslendingur sem hefur gert það sama. Með að ljúga svona til eitthvað. Já, hann hefur gert eitthvað. Kottum með eitt gisk. Veitu, já, það er nú alveg einhverju lottarar, sko. Var að vinna í Matvælageranum? Er þetta eitthvað ógeðslega obvious, eða? Ljósarður? Nei, ég er bara að tjóka. Mér dettur enginn í hug, ég ætlaði bara að reyna að veiða upp úr þér eitthvað nafn. En nei, þetta var svona bara lottarsagan. Ég hafði gaman að þessu út af því að hann getur skrifað þetta niður hérna, Richard, kanntu að skrifa sérna, Monadnes. Hann er víst ennþá bara auðvitað að segja á Instagram að hann taki þessi speaking arrangements og bara hvernig, þú veist. Ég ætlaði nú bara að segja ykkur það er gott fólk að hann fann ekki upp Flamin' Hot Cheetos ef þið eruð fans. Þannig að þetta er hérna Lottari vikunar og þeir verða fleiri við þurfum að læra að þekkja þá. Já þurfum að gera það. Var Hindenburg ekkert farið að grafa þetta upp einhvern veginn? Nei, það var fjölmiðlar. Hvenær fáu eitthvað nýtt úr því? Ertu ekki á einhverjum póstlista hjá þeim? Eru þeir ekki alltaf með eitthvað nýtt fyrirtæki hverju mánuði þar sem að Jú, en þeir hafa nú ekkert byrt síðan að við tóku Nígeríu-dæmi sem voru með hérna í maí held ég. Þeir eru í fríi eins og það eru Herru, það voru nú fleiri fréttir einhverjir hérna. Já. Og ein sem að ég fagna, það er eiginlega 2 sem ég fagna gríðarlega vel. Það er annars vegar hérna, það er bara fyrst og fremst fagnaðarefni fyrir íslenskan launþega. Hinn íslenski launþegi, nú er náttúrulega kaupréttarsamningum. Nú er þeim farið að fjölga. Já. Og nú er það kaldalón. Og það eru kaupréttir upp á 313 milljónir króna. Og fram kemur hérna í þessari frétt að forstjóri er að fá kauprétti á 99,5 milljónum hluta og nýtingaverð er 1,41 og eins og staðan er í dag þá stendur hlutabréfaverð Kaldalóns í 1,43 þannig að sko strax búin að græða 2 eura þetta er in the money eins og við segjum en hér náttúrulega væntanlega á eftir að borga fyrir svona premiumið á kaupréttnum. Já. En þetta er mjög áhugavert og við fögnum þessu að það sé verið að hvernig ætli sé með þessu. Hvað segirðu? Hvernig ætli sé með útfærsla þessu? Ætli við fá einhver tilmæli frá skattinum eða eitthvað eftir á? Er þetta bara legit dæmi eða? Nei, er það nokkuð það? Þú veist, er þetta ekki legit bara? Ég meina það eru allir að gera þetta og þetta er bara eins og við talaðum, þetta er bara hvatinn, skilu, þú veist, þetta er eðlilegt. En svo er það hann Högni Hjálmtýr, framkvæmdastjóri rekstrar, góðvinur þáttarins. Já. Og hann er að fá kauprétti allt upp að 44 milljónum hluta. Og það eru 60 milljón krónar samningur. Já. Þannig að þetta er bara, og svo eru fleiri og við bara óskum þeim innilega til hamingju með þetta. Þetta er stórkostlegt og við fögnum þessu. Nú, svo er önnur frétt sem ég fagna líka vel og það er að samkeppniseftirlitið. Nú er það að byrja að slá á putta hreyfils.
fyrir það sem við rættum náttúrulega hérna hvort það hafi verið þar síðasta þætti eða aðeins og undan. Gjörsamlega galið sko. Þetta sko, nú kemur hérna Samkeppniseftirlitið hefur tekið ákvörðun til bráðabirgða innan gæsalappa vegna sennilegs brothreyfils innan gæsalappa gegn samkeppnislögum með því að banna leigubifreiðastjórun sem keyra fyrir hreyfil að nýta sér þjónustu annarra leigubifreiðastöðva. Frá því að Hopp hóf starfsemi þá hefur hreyfil verið að koma í veg fyrir að leigubílstjórar sem að keyra fyrir hreyfil geti nýtt sér þjónustu annarra eins og Hopp og annað. Þannig að núna Samkeppniseftirlitið búið að exa á þetta og við óskum bara þeim leigubílstjórum til hamingju. Hjartanlega. Já, þetta, þú veist, þeim var bara óheimilt eðlilega eins og við töluðum að banna leigubílstjórum að keyra fyrir aðra. Það er eðlilega. Hendu fyrir mig á ég frjáls. Nei, ætli ég ekki gera. Jú, gottu með það. Frjáls eins og fuglinn frjáls og ég hoppi hér. Bíðum aðeins með það. Ok. En auðvitað, þetta er eina vitið og þú veist, og mér eiginlega bara svona smá bíður við þessu að þið séu eitthvað að reyna að banna þetta. Já, þetta nú örugglega ekki að síðast við sjáum frá þeim. Nei, alls ekki. En við fögnum, þetta er bara samkeppni sem við fögnum. Já. En svo nú hérna spárum vaxtahækkanir, menn að tala 50 punkta. Hún var náttúrulega búin að gefa það í ljósan Ásgeir á síðasta fundi að hækkanir væru ekki hættar. Já, hann er fastur og sanngjarn. Já, eða bara fastur og já. Ósanngjarn. Já, ég veit fyrir suma. En ég menna, þú veist, bara ná verðbólgunni niður og þetta er svona helsta stýritæki til þess, þannig að þú veist, ef ekki bara treysta því. Jú, við verðum bara að sjá hvað gerist. Já, maður er fann að hlakka til þess að sjá, þú veist, þegar maður stendur svona á hliðalínunni, hvað er að fara að gerast þegar að þunga miðan með föstu vextina? Fer yfir í breytilegu. Það verður eitthvað svona, held ég, svona efnahagslegt. Það kemur eitthvað braskara eðli. Það verður svona hagfræðilegt rannsóknarefni, svona, ég held að margir séu spenntir fyrir að sjá hvað. Það kemur eitthvað, við lengjum í lánunum. Já, það kemur. Þú færð það hérna. Þeim verður bjargað. Nýta meir úr lífeyrissjóðnum. Og vilt ekki bara fresta afborgunum. Borgaðu bara vextina. Það er allur fjandinn til. Svo er afborgunum bara safnað. Það er verið að fara að breyta þjóðinni í braskara af guðsnótt. Heyrðu, ef að taka Tour de France. Já, það var þú varst með það á dagskrá. En það er eitt kannski sem ég þarf að og mér langar eiginlega að spurja þig. Já. Ef þetta er eitthvað spillingu, þá segir no comment. Það var að koma nýtt einkahlutafélag, Fegur þér glæpur, EHF. Já. Sem er sem sagt boybandið, nýja. Já. Ice Guys. Það væri gaman að lesa í þetta, hvað er planið? Já, mér finnst áhugavert að sjá sérstaklega þetta nafn, sko, og þá fór ég að hugsa, sko, ert þú með eitthvað dæmi fyrirtæki sem heitir bara einhverju bulli, en er samt svona út af við eitthvað annað? Eitthvað annað. Ekki til með þetta eftir í hug. Nei, ég veit ekki eiginlega hvort ég að segja það sem ég er að hugsa, sko. Já. Ég veit eitt fyrirtæki sem að, þú veist, er svona professional, en heitir bara svona, stjórnendurnir voru í einhverju flipi. Gústi Patta eða eitthvað. Bara basically eitthvað svona, sko. Nei, við skulum ekki vera, þú veist, ég minna, þetta er samt opinbert, sko, en fjandinn hafa það, en þetta er bara. Nei, við viljum ekki koma neinum í klandur. Ég hef alltaf gaman að því þegar fólk er með einhvern svona húmor á bak við nafnið sitt, sko. Já, en hvað er playið, ef þú lest í þetta? Með Ice Guys? Já. Sko, þú veist, maður hefur svona ákveðnar heimildir og hugmyndir. Já, hvað með hvað er í gangi þarna, sko. En, það er ekkit, þú veist, ekkert í það að lesa. Ég held bara að séu einhverju risa tónleikar í uppsiglingu, sko. Já, það getur verið. Það er örugglega ekkert svo slæmt bett. Nei. En þeir þurfa þá að vera með fleiri lög, eða ekki? Jú, þú veist, það er mín spá að núna, þú veist, þeir eru búin að gefa 2 lög á ansi stundum tíma. Það er ekkert ólíklegt, þó ég veit ekki, þeir séu tilbúin fleiri lög á lager. Já, svo bara kannski, þú veist, í 10 laga plötu eða hvernig sem það er og haldið svo. Sko, það sem ég las í þetta, áður en ég vissi þessu EHF-i, Stop It Go maskinan er á baku þetta, Ásgeir. Já. Og svo sem náttúrulega bara framfærilegi menn þarna líka í þessu, þannig að má ekki taka það heim. Ég hugsaði strax Eurovision, það var eitthvað play með Eurovision. Já, það er reyndar ekki galin pæling, sko. Ég held að, sko, já, þú þarft held ég að vera búin að sækja hvort það sé í september og október eða eitthvað. Já, ég þekki ekki. Það er þín deild, sko, en ég sá eitthvað svona Euro road trip. Já, það er ekki galið, en þeir fengu. Ég hef enga sérstaklega trú á að þeir ná að selja 10.000
inn á 10.000 manna tónleika á 6 mánuðum þótt þeir spýta út lögum. Nei, maður veit það ekki. En nema að verða einhvers konar, þú veist, Árni, herra Hnetusmjör tekur sinn katalóg og Aron Kahn sinn, þú veist, þeir gætu það svo sem á eiginverleikum. Ég held að þeir gætu nú örugglega selt, uppselt alveg. Jú, klálega þegar þú segir það þannig að þeir verða allir með singuluna sína og allt það, þá er það örugglega ekkert mál. En út á, hvað heitir það, Ice Guys, eitt og sér, veit það ekki. Það verður gaman að vita hvað er playið í þessu. En herru, Tour de France eru. Já, svo er oft svona í þessu af hverju að stofna EHF í strax, sko. Já, það er statement. Já, gæti ekki einhver eitt bara, ég tek fyrstu reikningana, nema þetta sé svona massív velta, sko, ég veit það ekki. Þetta er bara statement. Við þurfum kannski að fara yfir þennan ársreining á næsta ári. Já, það verður reyndar áhugavert. Heyrðu, Jónas Veingard, veistu hvað það er? Nei, hann vann Tour de France síðustu helgi. Byrjum þetta bara ömulega, takk fyrir að sýna bara hvað ég hef lítinn áhuga á þessu sporti, sko. Já, ég í rauninni líka og eins og kom fram áðan, þá höfum við nú séð svona samanlagt 2 mínútur af þessu gegn tíðina. En Tour de France er stærsta og vinsælasta hjólreiðakeppni í heiminum í dag og hefur verið, held ég bara, svo stærsta frá stofnun. Þetta er sýningaréttur í yfir 180 löndum. Og ég ætlaði bara að spyrja þig, veistu hvað kostar að fara á keppnina? Örugglega bara einn miði. Ógeðslega mikið. Bara segjum, ég ætla að vera hógvær en fastur á sama tíma. Fastur sangjart, jável. Það ég ætla að segja $800. Já, aðeins neðar. 600. Neðar. 400. Neðar. Það er frítt. Hæ? Já, það kostar ekkert á Tour de France. Þú eitthvað aðeins neðan fyrir í 800 sem er það sem gerir þetta svona magnað. Hvernig græðu þau peninga? Já, með við þetta sem þú varst að henda fram hérna áðan. Anna magnað, af hverju eru 150 hjólreiðamenn að hjóla í það bil 3 vikur upp og niður 8 fjöll ef þetta er allt bara frýtt? Já, þú veist, þetta er náttúrulega, sko, er þetta ekki bara þannig að það eru bara ákveðin svæði sem að fólk má vera? Ég er að fara í þetta, kallið minn. Ég er að fara í þetta. Ég held að það væri selt inn á það fyrir eitthvað. Tökum aðeins sögun á þetta. Sko, Tour de France stofnað 1903 í Frakklandi. Skemmtileg saga. Blaðið Le Auto er í fjárhagskrísu. Le Auto. Íþróttafréttamaðurinn Gio Lefebvre, 26 ára, kemur með hugmynd. Heyrðu, til að auka sölu á blaðinu hjá okkur, hvað með að gera hjólreiðakeppni allt Frakkland og ég skrifa fréttur upp úr því. Búm, slæri gegn. Fyrsta árið þá fara þau úr því að selja meðaltali 25.000 blöð á dag í 65.000 blöð. Bara í umfjöllin keppninu. Þetta var instant success. Á næstu 30 árum þau eiga semst keppnina, þetta blað, ekki eins og Vá eða Síminn, komin og farin, það er bara blaðið. Hvað geti Moggin stofnað í dag sem að einhver íþróttablaðamaður væri bara... Það væri ekki hérna... Indvestar rottuhlaup, það er on the rise núna. Já, býtu... Kom með það til Ísland. Já, eitthvað selt hérna næstu rottuhlaup. Eru þið ekki með það rotturnar að út á nesi? Jú, það var þetta örugglega smala saman á getum hóp. Sko, næstu 30 ár talaði að tekjur hafi aukist 340%. Svo gerist það því miður í seinni heimsstyrjöld að þau fari í pásu. Okkar menn í Le Auto lenda síðan í því að þínir menn frá Þýskalandi tókuðu blaðið. Af hverju mínir menn á þessum tíma? Það varst þú ekki pro-nazi í þessu hernámi? Það verður ekki með Nei, það er mikið. Sko, nasistar tóku yfir þetta blað. Það átti sér ekki viðreisna von eftir stríð og hjólreiðarnar fóru inn í annað blað sem heitir Le Equipe. Fram til ásins 1960 hugsaður, ég er bara að taka fyrstu 57 árin hérna. Það voru 4 tekjumódel. Þeir voru með uppboð á leiðinni. Það er að segja, leiðin breytist eftir hvað borgar hæst. Þannig að þú skilur hvað við. Já, bara leiðir að bjóða og ég held að þetta sé ennþá, já, það er ennþá þann dag í dag. Þannig að leiðin breytist bara eftir hvað bæir og borgir eru tilbúin til að borga. 2, þau voru með svona hestavagna, þar sem að fyrirtæki borguðu gjald, bara borga fyrir að vera með merch á hestavagnunum, svo fara þeir annarkvort á undan eða eftir hjólurunum og henda út, alltaf verið að gefa frýtt. Og í dag eru þetta hérna, það voru svona kjötbitar, þetta eru bólir, derhúur, kjötbitamæla, bara name it. 3, þá er hægt að kaupa fysiskt auglýsingapláss og svo er hægt að vera bara svona direct sponsor fyrir keppnina, sem var þá væntanlega svipa á auglýsingaplássin. Já, eða svona direct sponsor, væri það ekki, þú veist, svona head, þú veist, bara eins og Rolex er fyrir Wimbledon. Jó, mjög gott dæmi, þarna nelduru naglan á höfuð og fuglin í jörðina og alla frasana.
Sko, þrátt fyrir þessi 4 tekjumódel og mikla gagnrýni, heimamenn voru tjúlaðir, frakkarnir eiga það nú til. þá voru þetta reki í mínus eiginlega öll þessi ár, keppnin sjálf. Það breytist árið 1965 þegar núverandi eigandi kaupir Amaury Sport Organisation sem er private og gefur ekkert upp tekjur. Þannig að allt sem ég segi hér eftir eru getgátur. Er það málið? Þurfa þau ekki að... Nei, þetta er privately held og eins og allt í þessum íþróttaheimi væntanlega reki sem eitthvað not for profit kjaftaði þannig að þau þurfu ekki að gefa upp skattaskýrslu fyrir hana. En það sem að þau gera strax 1965 sem að leggja grunn á því sem við sjáum í dag er að þau segja að þetta á að vera global, ekki national. Og þau kom með nýja tekjustóð sem er sýningaréttir í sjónvarpi sem var þá bara að fæðast. Nýtt fyrir bara þá. Já. Þetta 20-faldaði veltuna á næstu 30 árum segi hér sem gerir að verkum að splitti í dag er þannig að sjónvarpsréttur er 55% af tekjum og auglýsingar 40%, allt sem ég rætti áðan og city fees eru bara 5%. Svo er þessu púsla saman með því að telja, heyrðu, hérna allar borginnar, við vitum svona cirka hvað hver og einn að borga, þeir eru búin að tala við sponsora, vita hvað þeir að borga og svo púslar þessu saman út frá sjónvarpsréttum líka. En er þetta útboðssystem ennþá í gangi einhver leiti? Þú talar 5%? Já, það er talið að það standi undir 5% af tekjum. Og ég segja tekjurnar. Já. Þú veist þær allavega. Já, það er talað svona estimate út frá sjónvarpstekjum. Já, það er verið að rokka þær fari allt að $150 milljónum á ári. 20 milljarðar. Fyrir 3 vikna hjólreiðatúr. Já, í 180 löndum. Já, sem er sýnt út í 180 löndum. Ég skotið á meira. Já, þetta er bara eins og hrognin í loðnuvetti. Þetta er bara 3 ára vikur. Nú bara fokki mjólku við allt. Sko, já, með aðeins hérna auka móla síðan. Já, dæmi. Maður veldur þessu fyrir sem íþróttur og sjónvarpsrétt. Hvaða gerði mikið, þú veist, áður en að sjónvarpi kom, sko. Já. Það var þetta flest bara hobby, allt þessi sport, sko. Já, og eins og þarna... Það voru engin peningar í þessu. Fólk var svo pirrað til að gekk allt út á það að mjólka, sem sagt, krátið. Auglýsingar. Sem að, er svo sem ekkert mikið breytt í dag með sjónvarpinu, en enga síður, opnar fleiri rásir. Sko, nokkra tölur í dag. Til að vera í þessum annað hestavagnni sem ég talaði sem fyrir á undan og eftir að hendi drasli. Já, hann er ennþá. Já, þeir eru held í 340. Það kostar á bilinu $250 til $600,000 og þau gefa held í merch fyrir alltaf 2 milljarða. Íslenska króna þá eða? Nei, já, ég umreiknaði, það var eitthvað $15 milljón. Og eins og ég sagði, þetta er þegar þú ert bara með hérna adda-sápan, adda-kjötbitin, adda-hitt og þetta og bíp og allt það. Sko, svo er einhverja svona treyjur sem er hægt að kaupa réttin á. Það eru bara 4 gula treyjur, vissirðu það? Nei. Svo eru held í 4 eða 8 grænar treyjur sem þú hjólar í fyrir að vera vinningslið eða eitthvað. Já, það ekki. Hann var í einmitt gulri hérna. Já, ég held að það sé sigurinn, bara eins og græni jakkin í gólfinu. Bankin LCL, það er vitað að hann borgar $12 milljón á ári fyrir að vera framan á gula. Já, hann er hérna framan á tjastinu, sko. Ég var með hérna smá aukaliða, ég ætla að kötta þetta hvað liðin í þessu eru illa rekin. Þau eru ennþá 70-80% bara á styrkjum og stórum sponsorum. Já, ok. Útudúrin er samt þessi. Íslandsvinnurinn Radcliffe. Já. Austfirðingur eins og ég. Já. Og ríkasti maður Bretlands, sem er ekki eins og ég. Hann keypti frægasta liðið þessu árið 2019, Team Sky, og talin setja $47 milljón á ári í rekstur liðsins. Já. Þannig að það er... Annar úturdúr sem ég slefti er að það er mjög hátt correlation, þar sé að fylgni á milli þess að vera með mikið peningum og mikla velgengni í þessu sporti. Já. Það er oft þannig í sportinu, sko. Og þá tekið dæmi af hjólreiðarliði sem var hérna sponsorað af Tinkoff, einum fyrsta rússneska olígarkana sem við fórum yfir hérna í pingjunni fyrir árið síðan. Þegar hann hætti að sponsora hans lið, þá hætti að vinna bara datt af palli. Já, við hefum nú séð þetta í fleiri íþróttum, svo fótbolta kannski og svona. Money talks, hvernig koma sátarnir. Heyrðu, rúsinan í pilsuendanum. Veistu hvað potturinn er stór, total? Þetta eru 160 til 80 hjólreiðamenn. Viltu vita hvað er að skipta miklum pening á milli sín? Já, valla er það þannig að fá allir eitthvað? Ég veit bara pottinn. Já, ok, þetta eru svona 300 milljónir þá cirka heildartekjur. Ég ætla ekki að segja aðeins niðar, ég ætla að segja bara... Nei, ég er bara að segja, heildarpotturinn er 300 milljónir. Já, ég ætla ekki að segja aðeins niðar, ég ætla að segja mikið niðar. En þú talar 150 væri auglýsingar, nei, sjónvarpsréttur. Nei, $150 milljón bara veltan, total.
Nú, er það total? Já. Þú talaður að sjónvarpsréttur væri helmingur 55% af því Já, 50, ok Ok, ég ætla að segja að potturinn sé svona þú veist, ég veit ekki, $10 million bara Nei, skitnar $2,7 million Nei, hanskot Já, hugsaðir, og fyrsta sætið fær $595,000 Jésús Og það hérna búið að reikna út að það $7,100 á klukkutíman Hvernig, með við hvað þetta vinsælt, þú veist Já, og líka bara hvað Tour de France ógeðslega vinsælt bara svona brand, skilur við Og svo vissulega ertu með formúlu í gangi og golf svona einhvern veginn allt árið, sko Já Þar eru alvöru upphæðir, sko Þannig að mér skrítið að Ég var með fyrir tennisinn og golf En tennisinn er náttúrulega Það telur í $1 million Já, Wimbledon bara eitt og sér mótið, þú veist Þannig að þetta bara eitthvað joke Aðeins hérna, gulu jerseys þær fá 500.000 evrur á meðaltali eða lágmarki Grænu 128.000 Svo hérna eitthvað hvítar og bla bla Eitt skemmtilegt, most aggressive rider fær 56.000 evrur Fyrir að vera dónalegur þá bara Já, bara ef Addin væri í þessu þá væri hann alltaf með helvíts tutti var hann Fyrir að vera mest erfiður í beijónum Þetta er eins og svona Þetta er svona skammaverlun Já, basically Hún var svolítið aggressífur Það er bara greitt fyrir það Flestu öðru sporti Hvað það eru, $50,000? 56.000 En nú er þetta komin yfir í evrur Þannig að það er gamli góði þessi á yttan Dollarin og evran er nú svo sem bara svipuð Núna í þessum myndir Þetta er líka eitthvað svo eða sports Maður fyrir guldspjald eða rautt fyrir að vera eitthvað brjóta að þér Hann er smá aggression sett í þig Heyrðu Herru, já, bara, þetta var stór skemmtilegt, takk fyrir þetta og þetta var, við höfum séð þetta að við verðum búið Jónfrúnar sem er með sumarjassi núna í fullum gangi Double Trouble Saxophone Orgia, takk fyrir Hvetjum alla júlíbumbur til að kíkja þangað Hér eru júlíbumbur að tala, ekki það? En Jónfrúin sömuleiðis í Leifsstöð líka frábært framtak hjá Koppa þar og hvetjum alla sem eru á leiðinni, út úr landi Nýjasti vinur minn á LinkedIn Hvað? Koppi? Já Anskoti, ég þarf að tengjast þar Já, ég þarf að senda honum vinabeðni Hann sagði, ég ætla að koma með eitt prótip fyrir pingjuna Þeir núna að vera á síðust stundu að bóka fyrir jólin Þannig að farið að huga jólavertíðinni Já, ok, erum við alveg komið þangað Já, við erum að klára júli Fólk þarf að fara að huga jólunum Já, skulum sjá til með það Það ætti nú eitthvað að vera laust ennþá þar Ekki spurning Og þá erum við að sjálfsögða að tala um Jónfrúna, bara niður í bæ Sem er menningarhof, myndi ég segja Rétt Viðskipta og samninga Herði, þá held ég bara að við fyrir að láta þessu lokið í dag Yngveig, varstu með eitthvað svona lokum eða? Nei, ég er bara eins og Er ég að gleyma einhverju? Jú, það er svo sem Ég var með fullt af fréttum hérna sko En við þurfum ekkert að fara yfir þetta allt Ég er bara eins og jólagjöfin frá Akureyrarbæ Komin og farin Já, komin og farin Látið það Nei Það er anskot Fleigði ég vatni yfir allt við erum farin Hérna, það sem ég var að gerast Yngveig setti vatn yfir rótkasturinn Það þarf að þurrka, hafið það gott Græðunar, hafið það gott, takk í dag, bless